Ráðning Páls Magnússonar sem forstjóra Bankasýslunnar er hneyksli, segir formaður viðskiptanefndar. Hann fær rúmar 800.000 krónur í mánaðarlaun. Ráðning forstjóra Bankasýslu ríkisins er hneyksli, segir formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Páll Magnússon fær 845.000 krónur á mánuði þegar hann sest í forstjórastólinn. Erla Hlynsdóttir segir frá. Í fréttum okkar á sunnudag kom fram að Páll Magnússon var ráðinn forstjóri Bankasýslunnar þrátt fyrir að vera sá umsækjandi sem hefur minnstu menntunina og minnstu reynsluna af störfum hjá fjármálastofnunum. Þetta var tilefni umræðu hvort faglega var staðið að ráðningunni og var hún harðlega gagnrýnd á Alþingi í dag. Ráðning forstjóra Bankasýslu ríkisins er hneyksli. Að mati Helga hefur Bankasýslan svipt sig nauðsynlegu trausti og trúverðugleika með ráðningunni. Trúnaðarstörf fyrir Framsóknarflokkinn einkenna starfsferil Páls en áður en hann var aðstoðarmaður Valgerðar Sverrisdóttur, fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, var Páll aðstoðarmaður Finns Ingólfssonar þegar hann var ráðherra bankamála. Helgi segir það beinlínis óheppilegt fyrir forstjóra Bankasýslunnar að hafa þennan pólitíska bakgrunn. Þá hlýtur það líka að vera óheppilegt þegar að Alþingi þarf að rannsaka hér í vetur einkavæðingu bankanna og hvernig að henni var staðið. Ef að forstjóri Bankasýslunnar þarf annars vegar að koma og svara til aðkomu sína að því, meðan hann hins vegar á að undirbúa sölu á þeim eignarhlutum sem við nú höfum. Ekki er ljóst hvenær Páll hefur störf en hann fær 845.000 krónur á mánuði sem forstjóri Bankasýslunnar samkvæmt ákvörðun kjararáðs. Þegar fréttastofa náði tali á Páli í dag vildi hann ekkert tjá sig framkomna gagnrýni og vísaði alfarið á stjórn Bankasýslunnar.